Komið sæl, við erum hjartanlega velkomin á viðburðinn að eldast hinsegin. Ég heiti Sandra Ósk og hérna er Selma og hérna á pallborði situr hún María Fjóla og í heim á Danmörku er hann Björgvin. Og við ætlum aðeins að svona ræða þetta að eldast hinsegin hérna á Íslandi og erlendis. Við Selma vorum fengnar í þetta verkefni svona hægt og rólega af Herdísi og Ragnhildi og þetta vatt upp á sig svolítið. Við vorum mjög áhugasamar þetta, báðar hjúkrunarfræðingar og með ágæta menntun, svona reynslu að baki og okkur fannst þetta mjög áhugavert og úr varð að þessi litla hugmynd varð að svolítið stóru verkefni með fullt af ósvörum spurningum. Þannig að við svona, hvað maður að segja, erum svona að reyna að afmarka okkur í þessu svona spjalli og fengum þar af leiðandi 2 aðra til þess að spjalla við okkur og leitum töluðum við mann og annan út í bæ og svona ólíka reynslu sem við munum koma að síðar. En aðalmáli var og það var svolítið svona pælingin okkar, þurfa hinsegin aldraðir einstaklingar að einhverju leyti öðruvísi þjónustu en þeir sem eru gagnkynhneigðir. Og þegar boltinn fór að róla af stað, þá fórum við að velta fyrir okkur það að eldast, við að breytast, þá breytist margt í lífi einstaklings svona almennt. Til dæmis bara það að hætta að vinna, það getur verið mikil áskorun, mikil félagsleg áskorun fyrir einstaklingin. Fólk stendur allt í einu frammi fyrir allt öðrum og nýjum veruleika. Hætta á félagslegri einangrun og annað á þessu tímapunkti. Á sama tíma, eða svona upp úr þessum tíma kannski, verða líka oft breytingar á heilsufari og með hækkandi aldri aukast líkurnar á því að fólk þurfi þjónustu heilbrigðiskerfisins á einn eða annan hátt og rannsóknir sem við höfum búin að skoða og verður farið betur í hérna á eftir, að þá eru hinsegin einstaklingar þegar þeir leita síður til heilbrigðiskerfisins en aðrir, hver svo sem ástæðan er fyrir því. Og þegar við tölum eldri einstaklinga, hinsegin einstaklinga, þá þurfum við að gera okkur grein fyrir því að svona þetta gamla barnamódel, mamma pluss pabbi pluss börn, sama sem áhyggjulaust ævikvöld, það á bara ekki alltaf við. Það bara er ekki alltaf börn sem brúa bilið og eru stuðningsnett fyrir fólk sem er að eldast. Við orðið varar við sterkar vísbendingum félagslega einangrun og hjá þessum hóp, sem sagt öldruðum hinsegin einstaklingum, og hana þarf að nálgast heildstætt og taka tillit til félagslegra afleiðingar á heilsu fólks almennt. Erlendis hefur við rekist á að það hefur verið byggðar upp sérhæfðar þjónustur fyrir hinsegin eldri borgara og í ljósi að við þurfum þjónustu sem tekum mið af þrám og þörfum, þjónustu sem tekum mið af hinsegin þörfum og byggja á hinsegin kúltúr og sögu. En þetta er engar smá fulleringar og smá hugmyndir og þess vegna er svo mikilvægt að eiga bara þetta samtal og við erum eiginlega meira komnar hérna með spurningar heldur en svör. Og hvað getum við gert? Þegar við fórum að vinna þessa vinnu, þá náttúrulega, við báðar vorum bara, þurfum við eitthvað öðruvísi þjónustu fyrir hinsegin aldraða einstaklinga. Við vorum ekkert, og ef svo er af hverju. Þannig að við fórum að lesa okkur til rannsóknir og við bjuggum til svona mjög óformlegan spurningalista, og sendum á svona vini og vandamenn sem við þekktum svona út allan bæ, bæði sjúkraliða, hjúkrunarfræðinga, ófaglegt starfsfólk sem er unnið þá í heimaþjónustu eða hjúkrunarheimilum eða eitthvað slíkt. Og spurningalistinn samastóð af mjög fáum spurningum, en til dæmis hefur orðið vör eða vart við einstaklinga sem er út úr skápnum hjá þeim sem þú ert að sinna, og eða þá hefur þið grunað að einhver sé hinsegin án þess að það hafi beint komið til tals. Og
Og þessir einstaklingar var hjúkrunin að einhverju leyti öðruvísi heldur en hjá þeim sem þú vissir innan gæsalappa að það væru gagnkynhneigðir. Hvernig var fjölskyldumynstrið í kringum þessa einstaklinga og sérstaklega þá sem voru opinberlega hinsegin. Og einnig spurðum við hvernig finnst þið tekið á málefnum hinsegin einstaklinga, svona öllu jafna. Og inn á hjúkrunarheimilum, að því ég hef reynslu þaðan, þá var mikið umni í samvinnu við fjölskyldu og spurningin var hver er þitt tilfinning af hjúkrun aldraðra einstaklinga, þú veist á högum þeirra. Og niðurstöðurnar voru svolítið áhugaverðar, eiginlega bara svolítið svakalega áhugaverðar, vegna þess að, og María Fjóla mun kannski koma inn á það betur eftir, því hún var ein af þeim sem svaraði þessum spurningum, var að það bara hjúkraði enginn hinsegin einstakling, eiginlega. Það var bara svona, já, ég man nú eftir einum, grunaði nú nokkra, en það var enginn. Meira segja, við höfum samband við Færni og heilsumat sem er í kerfi sem þarf að sækja til að fá að fara á hjúkrunarheimili eða fara í dagdvöl eða eitthvað slíkt. Og það var einn sem svaraði, hún var búin að vinna í 12 ár og hún sagði að það 5 sinnum verið tekið fram á þessum 12 árum og þetta eru trilljón umsóknir. Og við varum alveg svona, já, ok, áhugavert. Af hverju? Þú veist, það er ekki svona fáir. Ég meina, Hörð Torfa var ekki fyrstur. Þú veist, það er eitthvað, þú veist, og er þá fólk bara opinberlega ekki komið út úr skápnum eða er það viljandi að fara inn í skápinn þegar það fer að sækja sér þjónustu, heilbrigðisþjónustu, eins og heimahjúkrun, fara í dagdvöl eða dagdvöl, flytja á hjúkrunarheimili. Er fólk að fela sig aftur að það hefur áhyggjur af því viðmóti sem það mætir? Og það er raunin samkvæmt rannsóknum. Og við höfum engar íslenskar rannsóknir til að bera okkur saman við höfum bara erlendar. Og sem í rauninni, þú veist, mjög mikið af bandarískum rannsóknum. Þannig að, og það er náttúrulega allt annað konsept. Það er allt öðru sem heilbrigðiskerfi, það er allt miklu stærra, en það gefur samt vísbendingar. Maður getur ekki sagt að þetta sé bara, þú veist, epli og appelsína. Þetta er samt í grunninn hinsegin einstaklingar með langanir og þrár og þörf fyrir hjúkrunarþjónustu og fleira. Þannig að við fórum, þegar vorum búin að eru til fleiri spurningar en svör, að þá settum við okkur í samband við hann Björgvin, sem er á skjánum hjá okkur. Björgvin býr í, nú vil ég leyfa þér að kynna þig sjálfur, en hann býr í Danmörku og þú hefur mjög mikla reynslu af þessu sviði. Og af því að við getum kannski ekki beint búið okkur alveg svona spegla okkur beint í Bandaríkjunum, en mögulega getum við spegla okkur við Danmörku. Þannig að ég ætla bara að gefa þér orðið, Björgvin, og leyfa þér að kynna þig. Og svo kem ég þegar þú blikkar okkur. Og þið heyrið alveg í mér? Já. Já, ekkert vandamál það. Já, ég heiti Björgvin og er hjúkrunarfræðingur hérna í Danmörku. Ég hef tekið mastersnám í námsfræði og kennslufræði og blandað með það sem kannski maður getur kallað lýðheilsu og svona health strategies. Og þar rannsakaði ég sjálfur sem sagt hvernig LGBT+ fólk hérna í Danmörku upplifir heilsugeirann þegar þau mæta heilsugeiranum. Og það var mjög spennandi verkefni. Þetta var á þeim tíma sem ég var sjálfur sjálfboðaliði hjá LGBT Danmark. Þannig ég hef sjálfur verið í það sem er svarandi til samtökin 78 og það var mjög spennandi vinna. Ég hef líka unnið í Checkpoint sem eru sem sagt alnæmissamtökin og þar sem að fólk getur komið inn af götunni og farið í test. Testa fyrir hinum þessum kynnsjúkdómum og HIV og fengið ráðgjöf við leiðinni. Ég vann sem sagt, ég er ekki að vinna þar lengur, en ég var í 3 ár á elliheimili hér í Danmörku sem að er með sem sagt sérþekkingu á sviði þess sem hefur með kyn og kynhneigð að gera. Og ég mun segja ykkur meira frá því. En ég ætla að reyna að finna PowerPointið sem ég ætla að deila með ykkur.
Sjáu þið þetta öll sömul? Gott. Þessir tveir menn, þetta sem sagt í skyrtunni það Jørn og í pólóbólnum Bennu. Þeir eru kærastar. Jørn kemur út úr skápnum þegar hann áttræður, þegar konan hans dó. Og þá finnur hann sem sagt Bennu og þeir verða kærastar. Þeir eru 98 ára og 92 ára í dag og þeir eru ennþá á lífi. Og ég mun koma inn á þeirra sögu seinna líka. Ég ætla að tala smá hjúkrunarheimilið Slotted sem höllin og hvernig það varð til hérna í Danmörku og hvernig ég endaði þar. Það sem sagt, það gerð alveg ágætis mikla rannsóknarvinnur hérna í Danmörku núna og hefur verið komið mikið inn á sem sagt, LGBT+ líka. 2009 var gerð alveg mjög fín rannsókn sem sýndi það að LGBT+ fólk í Danmörku þrífst verr í samfélaginu en gagnkynhneigðir og cis-fólk. Mjög umfangsmikil rannsókn gerð 2017-18 sýnir nákvæmlega það sama. Það hefur ekkert gerst í millitíðinni. Núna vitum við þetta, ríkisstjórnin veit þetta og ríkisstjórnin komið með sem sagt líka plan, þau gerðu það í 2018 sem á að vera svona 2018-2021, hvernig getum við sem sagt gert eitthvað fyrir LGBT+ fólk þannig að þeim líður betur í samfélaginu. Út af þessar rannsóknir sýna að LGBT+ fólk þau eru í stærri áhættu á að fremja sjálfsmorð, þau eru í meiri áhættu að fá þunglindi, þau eru í meiri áhættuhóp að misnota eiturefni og áfengi, reykja meira en restina af samfélaginu. Það eru alls konar sem að þessar rannsóknir sýna og það hefur ekkert gerst á þessum árum. Það hefur ekkert minnkað. 2011 eru svona eldri homar og lesbíur á þeim tíma sem stofna sem sagt samtök sem þau kalla Gay and Grey og vinna með LGBT Danmark. Og 2011 byrja þau að vinna að því að fá elliheimili og svona íbúðir fyrir fólki yfir 50 fyrir sem sagt LGBT. Það hefur verið svona fókus á því. Og 2012 þá halda þau fund sem sagt LGBT Danmark og Gay and Grey með sem sagt borgarstjórunum í Kaupmannahöfn á þeim tíma. Og maður getur sagt að þetta byrjar 2009 og það fyrst í 2015 að elliheimili verður til. Og þá gekk það í gegn og sem sagt það elliheimili fékk leyfi til að vera með sérstaka áherslu á kyni og kynhneigð. Og á þessum tíma ég líka sjálfboðaliði í LGBT Danmark þannig ég svona að fylgjast með og líka á öðrum fundum en yfirleitt með það sem voru sem sagt transfólk og með transfólki. Þetta var mjög spennandi og skemmtilegu tími verð ég að segja. Og það ástæðan fyrir því að þegar það kom þessi staða fyrir hjúkrunarfræðing á þessu elliheimili, þá hugsaði já, veistu, ég vil sjá hvað þau eru að gera. Hvernig gerir maður þetta? Og ég hugsaði, já, þetta allt mjög spennandi og mér finnst alveg verið þörf á þessu, eins og þið eru búin að kynna, það hefur verið þörf á þessu, líka vegna eldri kynslóðin sem eldri í dag, hefur upplifað allt annað samfélag. En unga fólki eru upplifað í dag. Þetta var ekki svona opið. Þau upplifa sjálf að þau eru sem sagt í rauninni geðveik þegar þau koma inn á spítala af því að þar voru þau þetta var skilgreint sem geðveila, samkynhneigðir til dæmis. Og transfólk hefur verið skilgreint sem, já, að vera með geðveilu fram að 2017 í Danmörku. Þannig að þau eru að upplifa allt aðra hluti og þau koma kannski inn á elliheimili þar sem sama kynslóðin sem með fordómana gagnvart þeim. Þannig að þau eru með nágranna báðum megin og fyrir framann og hinum með við ganginn sem kannski bara finnst samkynhneigt fólk vera ógeðslegt. Og þau veit ekki hvað starfsfólkinu finnst. Þannig að þau auðvitað bara hoppa inn í skápinn bara og halda þessu leyndu og losa sig við hluti sem gætu ýjað af því að þau væru samkynhneigð og svo reyna þau bara að halda sig fyrir sig og reyna að vera ekkert sérstaklega að láta vita af þessu eða að neitt komist að þessu. Og þess vegna hefur þetta verið mjög mikilvægt og það frábært að þetta kom í gegn. En svo byrja ég á þessu elliheimili og kemst að því að þau eru í rauninni ekki að gera neitt. Þetta var svolítið dautt. Þegar þau fengu sem sagt þegar þau fengu leyfi til þess að vera með þessa áherslu þá var kennsla fyrir allt starfsfólkið
Allir fóru í gegnum, hvað var það, 3 dagar eða álíka, þar sem LGBT Denmark kom og kendi öllum semst, hvað LGBT, hvað það að vera samkynhneigður, hvernig sagan, hvað kúltúrinn, hvernig hefur þetta verið áður, hvað geta þau upplifað í samfélaginu af fordómum og öðru sem að kalla svona microaggressions. En það auðvitað, þú veist, það var fólk hætt þarna þá, ég byrjaði ekki fyrir 2017 og þá var ég og önnur sem ég hef unnið með í LGBT Denmark, þá tókum við okkur saman og byrjuðum að kenna 2 á ári, öllu starfsfólkinu og öðrum sem komu utanfrá líka. Og þegar ég hætti sem sagt á seinasta ári, þá gera þau samning við LGBT Denmark að þau koma og kenna 2 á ári. Þannig að núna þetta komið svona fast. Þau eru búin að sjá það það þýðir ekkert að vera bara með kennslu einu sinni og svo fullt af starfsfólki að vinna þarna sem vissi ekki einu sinni hvað LGBT var og að elliheimili væri með þessa áherslu. Þannig að núna þetta orðið allt annað og þetta komið í öll hérna þegar fólk bara flytur inn, þá eru bara svona pamphlets, það sem er bara sagt frá prófílnum og þetta svona og hér lagi að vera svona og hér lagi að hafa, lagi að vera sá sem þú ert í rauninni. Eins og ég segi, þá sem sagt, og í þessu námsefni, þá haft svona, það fókus á normgagnrýni. Ég veit ekki hvort ég noti það orð á Íslandi, en það sem sagt normin í samfélaginu, það eitthvað sem mest af. Og maður lærir sem sagt bara því það mest af einhverju og flest af einhverju, þá það ekki það sem normal. Það bara normið og hitt bara minna af, en það líka normið. Það sem minna af líka norm í samfélaginu, bara minna af því. Þá það sjaldgæfur og maður sér það sjaldnar og þá allt í einu verður það svona, hvað þetta? Þá verður það eitthvað svona öðruvísi. En þarna lærir maður, ég meina, bara því að það minna af einhver, þá það ekki minna normal. Það bara ekki normið. Það tekist á við ágreininga, það talað lífskjör, lífskjör eldri auðvitað á elliheimilinu og bara svona yfirleitt í dönsku samhengi, getur maður sagt. Og við erum með svo mikið rannsóknum núna að það orðið auðveldara. Ég man í 2009 þá var bara þessi eina rannsókn og þá var verið að leita að einhverju frá Svíþjóð og nákvæmlega Bandaríkjunum. En núna erum við með mjög mikla vinnu hérna í Danmörku, það er búið að gera rosalega mikla vinnu. Þannig að þetta orðið allt annað og fólk farið að sjá, við getum ekki bara sagt, ég kem fram við alla eins. Það bara mjög fínt en það bara ekki nóg. Við vitum það til þess með heimilislaust fólk. Hvernig ætlar að hjálpa einhverjum sem kannski ánetsjaður eiturefnum og heimilislaus eða ætlar bara að koma fram við hann eins og þú kemur fram við alla aðra. Maður verður alltaf að gera eitthvað öðruvísi allt eftir því hvaða manneskju maður með fyrir fram að sig. Og meira þess á þessu elliheimili þar bjó einn maður sem að fólkið, sem sagt starfsfólkið, þau var ekki alveg viss hvort það væri hann eða ekki og þá fer sem sagt ein af deildarstýran, hún fer niður til að tala við hann og spyr hann hvað finnst þér að við erum komið með þessa áherslu núna, LGBT+. Og honum fannst það meiri háttar og segir henni frá því að hann sé hommi. Og bara honum leið bara vel með það og fannst það bara frábært að þetta væri svona, þetta var bara svona, þú veist, hann bjóði þetta bara þegar þau fengu leyfi til þess að gera þetta. Það tekið viðtal við hann í sjónvarpi og þar kemst hann í kynni við svona fullt af gömlum kunningjum sem byrja að koma heimsækjana á elliheimilið. Þannig að þetta var svona góð saga, skemmtileg saga. Og eftir það komið fólk sem hefur valið þetta elliheimili út af prófílnum. Þau völdu það út af því að þau höfðu áherslu á LGBT+. Það er auðvitað fullt af fólki sem hefur engan áhuga að búa á þannig heimili þó þau kannski séu hommar eða transfólk og þá velja þau bara eitthvað annað heimili. Það er enginn skikkaður til að búa þarna. Og þrátt fyrir þú sért gagnkynhneigður og sísmanneskja þá máttu líka búa þarna. Þannig að þetta er ekki svona að þetta er bara fyrir einhvern ákveðinn hóp. Það er bara áhersla á því og það er séð til þess að starfsfólkið viti eitthvað þennan hóp. Þannig að þegar þau koma þá geta þau sem sagt sinnt þeim á þeirra forsendum og ekki bara komið fram við það eins og alla aðra eða enda með að segja að kyn skiptir engu máli og getur vel verið að kyn skiptir rosalega miklu máli fyrir þessa mannsku sem flutti inn. Af því að hvenær það relevant?
Við erum búin að tala ósýnileikann þegar það er alls ekki talað það, þetta bara, þau fela það, maður veit ekkert það, enginn nefnir það, eða sýnir maður því kannski ómikinn áhuga þegar það svo kemur fram. Það er líka þessi balance, að vera svona ekki hunsa það en ekki gefa því kannski ómikinn gaum heldur. En að tilheyra þessari grúppu, LGBT+, getur leitt til þess að fólk fá ekki þá hjálp sem þau þurfa á að halda. Og það sem stendur hérna hljómar kannski rosalega slæmt, en ég get sagt, þetta er ekki allt rosalega slæmt, sumt af þessu minna eða lítilvægilegt og annað slæmt. En það sem þetta getur leitt til, og þá ég að tala í dönsku samhengi, þetta ekki út frá bandarískum rannsóknum, heldur þá sem sagt frávik frá kynjaviðmiðum geta leitt til fordæmingar, mismununar, óvelkominnar athygli, getur verið efni í grín, getur leitt til skort á meðferð, útilokun, tortryggni, snertikvíða, breytta hegðun starfsmanna, óöryggi, fáfræði, óþægileg forvitni til dæmis hlutverkaskiptingu í sambandinu og kynlíf þeirra, ranghugmyndir, misþyrmingar, ófullnægjandi upplýsingar til þeirra sem sjúklinga, ófullnægjandi meðferð og misheppnaðar forvarnir. Og ég hef verið að vinna með þetta allt saman, líka í alnæmissamtökunum, þegar það koma strákar inn kannski og eru að vilja endilega kannski láta testa sig fyrir klamydíu og lekanda, og þá eru þeir alltaf að tala já, kannski bara pissa í bolla, og þá spyr ég, hvað gerður hjá lækninum? Og þeir hafa pissað í bolla, og þá lætur maður til dæmis vita, já, en ef þú hefur ekki fengið þá getur maður farið í skimun í endaþarminn líka. Þá fá þeir bara fara sjálfur og prófast og gera það. Það er nefnilega hægt að smitast með lekanda og klamydíu í endaþarminn, ef maður hefur stundakynlíf á smokks til dæmis, og þá getur maður líka smitað aðra af því. Og þá oft sagður, já, ok, ég vil líka vera testaður fyrir því. En þeir halda bara að það sé nóg að pissa í bolla, og þeir hafa kannski ekki endilega sagt við læknisins að þeir hafi stundað endaþarmskynmök og læknir lætur það bara pissa í bolla. Og þá bara, þetta ekki þá þetta mun ekki uppgötvast. Af því að enginn veit að við þurfum að hafa fókus á því líka. Þetta eins og með transfólk, tölum líka rosalega mikið það og á elliheimili og annars þegar ég að kenna að ég meina transkonur geta alveg fengið prostate cancer, að það er ekki búið að fjarlægja blöðruhálskirtilinn, og transmenn eru oft með svona vef sem kannski meira í hættu á að þeir fá brjóstkrabbamein. Þannig að það eru alls konar svona smá hluti sem fólk kannski hugsar ekkert út í, og ef að transkonu hefur fengið aðgerð, það eru, sem sagt, tölfræðin segir að það eru oft í meiri hættu á að fá, sem sagt, þvagfærasýkingar eftir það. Og það getur vel verið að maður þurfa að tala við lækninn það og segja, gæti hún kannski fengið eitthvað lyf sem bara fyrirbyggja þetta, því þetta kemur upp aftur og aftur og aftur hvað sem gert. Þannig að það eru alls konar hlutir sem eru öðruvísi og sem við þurfum að vita og líka þetta andlega með sem sagt þunglindið og það að vera sem sagt öðruvísi og hvað maður hefur upplifað, og líka fólk sem hefur kannski upplifað heilbrigðisstarfsfólk sem hefur verið með fordóma gagnvart þeim, og svo hittaði kannski mig og ég segja eitthvað rangt, getur vel verið ég segja eitthvað smá rangt og þau bregðast ókvæða við, eins og maður myndi kannski segja, og það hafa skilning á því líka, ok, kannski var það ekki ég eða það sem ég sagði, kannski var þetta bara dropinn. Það var bara einu sinni enn. Það getur bara líka haft alls konar áhrif og líka hafa skilning á því. Út af hérna, ef maður talar til dæmis microaggressions, það eru bara svona hér og þar í samfélaginu út að kaupa einhver auglýsing, hitt og þetta sem þau upplifa, þau sjá, þau svona einu sinni enn, af hverju engin fókus á einhverju öðru, af hverju þarf þetta að vera svona rosalega normatíft. Já. En bara svona nokkri punktar. Til dæmis ef þið eru að vinna á elliheimili. Þetta kannski ekki, ég verð að viðurkenna, ég svona hugsa, þetta gerist ekki í Danmörku eða á Íslandi. Ég fæ alveg þannig hugsanir, en ég veit alveg að það gerist líka út af rannsóknarvinnur sem hefur verið gerð í Danmörku til dæmis, að ef að sem sagt, transpersóna deyr, þá allt í einu mun fjölskyldan grafa persónuna sem ekki þá persónu sem persónun Þannig ef þetta transkona, þá mun þau grafa sem sagt, jarða manneskjuna undir karlanafni, eins og þetta væri bara karlmaður sem þau væri að grafa núna. Og það kannski, við þurfum kannski hjálpa manneskjum að hafa samband við lögfræðinga
og skrifa erfðaskrá. Kannski vilja þau ekkert að fjölskylda sín erfi sig ef þau deyja. Og bara styðja þau í sambandi við óskur erfðir og jarðarför. Það getur alveg verið eitthvað sem við þurfum að tala við þau allan að nefna. Og eins og segja, þú veist, maður aldrei að þvinga fólk til að tala neitt, maður getur alltaf að nefna og þegar maður er búin svona að nefna hlutina, þá kannski líður vika áður en þau svona grípa það og segja, hei, það sem þú sagðir hérna seinast. Það hef ég notað rosalega mikið í minni vinnu með kyn og kynhneigð, að þú veist, ég nota þessa hérna, og mér finnst að öll elliheimil ætti að vera með það, vera með svona brochures, þar sem maður getur bæði talað bara kynlíf yfir höfuð og eldri og jafnvel kynhneigðir og kyn. Þannig að það sé bara í einhverjum brochure sem þau fá, bara þau flytja inn, ekkert endilega bara það, en að það er með. Þannig að þegar þau kannski fletta í gegnum hann eða þið fletti í gegnum hann með þeim, þá svona fá þau að vita, ok, hérna vita þau eitthvað eitthvað og það er í lagi að tala þetta. Það var svona dropping hints. Það var bara svona stemningsmyndir frá sem sagt slárið. Af því að það er á hverju ári þá er sem sagt heil vika þar sem er bara fagnað því að núna er Pride vika, sem sagt hinsegin dagar og á afmælisdeginum þeirra þá er alltaf ráðnir einhverju skemmtikraftar og það hefur hingað til alltaf verið dragdrottningar með, það hefur verið skemmtanir fyrir utan og svo eru þeim eldri alltaf hjálpað til þess að vera með í göngunni. Og þá sjáum við þessi hjól og þarna er ein dragdrottning með einn á hjólinu að taka þátt í göngunni, sjálfur í göngunni í Danmörku. Og á seinasta ári þegar öllu var aflýst, þá höfðu þau bara sína eigin göngu. Þá bara fólki sem var á elliheimilinu, þá bara var, þetta er nefnilega svona litlu hverfi, þar sem eru 5 elliheimili. Og þá sem sagt var bara að tala við alla hin og hinum elliheimilunum og svo fóru þau bara svona í litla göngu fram hjá öllum elliheimilunum og þar sátu hinir eldri úti og veifuðu með fánum og það var bara mjög huggulegt. Þannig að það er gert alls konar, það er líka sem sagt Winter Pride hérna í Danmörku, alltaf í febrúar og þá höfum við alltaf líka haft eitthvað sem sagt það sem er hægt að koma inn og fræðast eitthvað hjá okkur líka. Og það er oft boðið upp á skemmtikrafta og alls konar þegar það er eitthvað í gangi. Einu sinni í viku er það sem það kallast regnbogastundin á elliheimilinu og regnbogastundin er alltaf með eitthvað þema. Og þemað gæti verið tvíkynhneigð, þemað gæti verið eitthvað annað, en það er oft eitthvað svona element af LGBT plus yfirleitt. Það var ein kona sem flutti inn og hún svona, henni fannst hún ekkert vera partur af þessu af því hún hugsaði, ég átti auðvitað manninn minn þangað til að dó af krabbameini og það bara eftir það þá bara fann ég þessa konu sem ég var bara ástfangin af. Og hún gat ekkert útskýrt það meir. Það bara þegar hún var orðin eldri og svo bara fann hún þessa konu og þær voru bara saman þangað til hún dó. Svo var nú hún komin inn á elliheimili og hún vildi aldrei vera með í þessari regnbogastund. Henni var boðið það, við þvinguðum hana auðvitað ekki til þess. Henni fannst hún bara, nei, ég ætla ekki að vera, nei, ég veit ekki hvað ég ætla að gera við það. Þangað til þema var tvíkynhneigð. Þá hugsaði hún, það er spennandi. Og þá hlustuðu þau semst á podcast tvíkynhneigð og svo voru hún stoppuð öðru hvoru og þá ræddu þau öll það, hvað er þetta og hvernig er það? Og hún bara algjörlega blómstraði og sagði bara alla sína sögu og eftir það kom hún bara með í hvert skipti. Og alveg eins og með Jön sem að þú veist var áttræður þegar hann kemur út úr skápnum, hann kemur í hverri viku og er með á kærastinn. Og þetta er bara rosalega þægileg og svona, líka að vinna á móti einsemd eins og þau var að tala út af rosalega mörg að þeim eiga ekki börn. Og svo kannski eiga þau börn sem voru sem sagt nákvæmlega í skápnum þangað til konan eða maðurinn dóu, þau eiga börn. En annars hefur fólk verið rosalega eitt. Og núna í dag er rosalega mikið að vinum þeirra dánir, fjölskyldan er dáin, það eru bara einhverju svona fjarskyldir ættingjar kannski einhvers staðar. Þannig að þetta er rosalega gott fyrir það. Það kemur líka fólk frá öðrum elliheimilum. Þetta er ekki bara sem sagt höllin, það kemur fólk annars staðar frá og þeim er hjálpað af starfsfólki þaðan og líka fólk bara frá einu heimili. Þannig að þetta er opið fyrir alla sem hafa áhuga á þessu og þarft ekki að vera homo eða lesbía og þá koma líka alveg aðrir eldri sem eru gagnkynhneigðir og cis fólk og bara finnst þetta rosalega huggulegt og vill bara vera með. Þannig að það er meiri háttar að það finnst. Já, og svo var sem sagt, ég ætla að fara rosalega hratt í gegnum það. Það er sem sagt þessi nýjasta rannsókn sem hefur verið gerð í Danmörku, Project Sexus. Það hefur verið tekið sem sagt manneskjur frá 15 til 89 ára og það er spurt allt. Það er spurt kynhneigð, það er spurt kyn,
og transkyn. Þannig að fólk getur komið inn á allt þetta og sú rannsókn er mjög fín og sýnir alveg munin bara eins og hérna með að vera einmana. Þá sér maður bara munin á, sem sagt, hjá hommum og tvíkynhneigðum karlmönnum, það er 2-falt meira en hjá gagnkynhneigðum karlmönnum. Og hjá tvíkynhneigðum konum fer það næstu upp í 60% miðað við 33% hjá gagnkynhneigðum konum. Og það eykst eiginlega bara þegar þú ert líka non-binary, þá getur þú séð að það bara einmannaleikin verður bara meiri. Þannig að við þurfum að hafa fókus á því og við vitum líka með eldri, þá svona yfir höfuð, þá eykst sjálfsmorðstíðnin hjá eldri fólki og það sem að einmannaleiki er líka partur af því og þegar maður sér semst LGBT+ grúppuna, þá getur maður svona kannski hugsað, ok, það gæti verið að sé aukin sjálfsmorðstíðni hjá þeim þegar þau verða eldri en hjá gagnkynhneigðum og cis-fólki. Þetta er svona, á seinasta ári hefur verið í sambandi við heilsugeirann varðandi psychological problem. Og hér sést það líka varðandi svaratíðinu og hverju þau svara. Það eykst hjá LGBT+ grúppunni og er í rauninni svona mikið hjá tvíkynhneigðum og non-binary. Eða svona meira, getur maður sagt. Og það hefur líka verið angst og fólk sem að skaðar sig og maður getur séð munin á gagnkynhneigðum karlmönnum og hommum og svo tvíkynhneigðum karlmönnum. Það eykst, þannig að það er oft, sem sagt, rannsóknir hérna í Danmörku hafa líka sýnt að transkonur eru yfirleitt hafa það verra en restin af LGBT grúppunni og svo koma tvíkynhneigðar konur og svo koma tvíkynhneigðir karlmenn. Og af hverju það er þannig, það vitum við ekki. En við getum séð að það er svolítið svona tíðin innan grúppunar að transkonur og tvíkynhneigðar konur líður yfirleitt verst og varðandi sem sagt þunglindi líka. Og líka ef þú ert non-binary þá ertu svolítið í hættu á því að líða illa og skaða sjálfa þig og hugsa mikið sjálfsmorð. Og maður getur séð hversu mikið það eykst bara miðað við cis-fólk og gagnkynhneigt fólk varðandi sjálfsmorðshugsanir hjá grúppunni og þeir sem hafa reynt að fremja sjálfsmorð. Núna erum við ekki með hverjum svo hefur tekist það. Það er kannski ekki endilega alltaf hægt að vita af hverju þau fremja sjálfsmorð þegar þau eru búin að fremja sjálfsmorð. En varðandi þau sem hafa allan reynt að fremja sjálfsmorð og hefur ekki tekist það, þá getur maður líka séð í grúppinu. Það eru sem sagt non-binary konur og tvíkynhneigðar konur og transfólk sem liggur rosalega hátt í tölfræðinni. Kynferðisleg sem sagt árásir eða sexuálu óafreip, þar getur maður líka séð hversu mikið það bara er munur á gagnkynhneigðum karlmönnum, hommum og tvíkynhneigðum karlmönnum og svo eykst það bara hjá konum og non-binary konum og tvíkynhneigðum. Og það hefur líka að gera stundum með tvíkynhneigða af því að þau fá bæði sem sagt samkynhneigðir og gagnkynhneigðir eru oft með fordóma gagnvart þeim. Og stundum þegar þau eru í sambandi þá er þeim nauðgað af sem sagt þeim sem þau eru með. Það hafa rannsóknir líka sýnt. Og það er oft út af því að manneskjur sem er með tvíkynhneigðar manneskju, ef þau eru sjálf, eru oft rosalega jealous og það endar oft í sem sagt einhvers konar ofbeldi því miður. En svo ætla ég að taka nokkur hérna bara þið vitið. Ég ætla bara, fólk sem hefur, já, og þetta er frá sem sagt rannsóknarvinnunum minni. Sú staðreynd að ég er trans stelur í raun nánast fókus á þann hátt að svo margt annað virðist vera óáhugavert. Það verður óáhugavert að ég er með verk í lungunum vegna þess að ég er trans og ég var bara með lungnabólgu. Þessi manneski hefur sem sagt einu sinni áður komið inn á bráðamóttökuna með lungnabólgu, en það var áður en hún fór í sem sagt transition og áður en hún fór að taka hormóna og fékk aðgerð. Þannig að þá var bara
hlustað á lungun og svo fékk hún bara antibiotika og var send heim. Í þetta skipti þá þurfti læknirinn að tala við annan lækni, það kom hjúkka, þau þurftu að taka ekstra blóðprufur, svo var spurt út í kynlífið, svo var spurt út í HIV-status og testað því líka. Allt í einu var þetta bara miklu meira stærra batteri og svo sagði hún, og svo kom bara í ljós, ég var bara með lungnabólgu eins og seinast. Þannig að manneskjan fann alveg munin. Ef manneskjan hefði kannski ekki verið áður inn á spítanum með lungnabólgu, þá hefði hún kannski bara haldið, þetta bara prósedúran. Og svo sagði hún, ég meina kannski er það bara fínt, ég fekk auðvitað ekstra þjónustu. Eftir hvernig maður lítur á þetta. Önnur manneskja, ég held í höndin á kærustunum minni í biðstofinu og það fyrsta sem læknirinn segir við mig er að honum finnst ég ætti að finna annan lækni, þar sem það að vera lesbía er að minnsta kosti á móti Guð, eða er á móti Guð, á Guði. Og þetta er í 2014 sem þetta gerist í Danmörku og þetta er auðvitað kolólöglegt, þetta má læknirinn ekki gera og ég spurði hana, já og hvað gerðir þú? Og hún ætlaði ekkert að kvarta. Hún sagði, já, minna ægir auðvitað öðru sem ég bara fór og ákvað bara að finna með annan lækni, en kærastan var svo reið að kærastan fékk hann til að kvarta, eða já, senda klögun yfir þessu, sem betur fer, með réttu. Heimilislæknirinn sendi mig heim aftur þegar ég kom í skimun varðandi frumubreitingar í leghálsi. Hann sagði ég þyrfti ekkert að pæla í frumubreitingum í leghálsi vegna þess að ég er lesbía. Ég fekk second opinion viku síðar og þar var það alveg ljóst að ég ætti að fara í skimun. Og þetta er líka dæmi sem sagt læknir sem vill manneskjuna það besta en bara veit ekki betur. Læknar og hjúkrunarfræðingar, við lærum bara manneskjuna út frá norminu. Þannig að það er bara tekið konur og karlmenn. Ég meina, kona hefur kynlíf með karlmennum og þannig smitar HPV og við þurfum ekki að vita meir. Það er ekki talað kynlíf lesbía eða að lesbíur geta alveg haft kannski einhvern tímann á unglingsárunum sofið á karlmönnum eða það geta kannski verið með tvíkynhneigðum konum eða kannski deilaðu leikföngum. Það er ekki talað það. Þannig að læknirinn vissi bara ekkert þetta og hélt bara virkilega að hann væri að gefa henni rosalega gott ráð. Þú þarft ekkert að pæla þessu. Auðvitað þurfti hún að pæla þessu. Og þetta er bara á dönsku hérna, það er nefnilega sem sagt fleiri lesbískar konur hafa talað það að ef það komi einhvers konar verki í maga á þessu svæði, þá eru þær alltaf sendar í þungunarpróf. Alltaf tekið þvagpróf til að tekka hvort séu þungaðar. Þrátt fyrir að segja það séu lesbíur og hafi ekki sofið á karlmönnum, þó það segi ég hef ekki sofið á karlmenni í 4 eða 5 ár. Þá eru við sem sagt hjúkrunarfræðingar og læknar, við erum svo skóluð inn fyrir, ok, manneskjan er með svona verki, við byrjum þarna. Og bara við getum ekki breytt því. Ég get breytt því núna, en það er oft svona að fólk bara, þau bara vilja taka þetta test núna. Og önnur sem að vildi kannski ekki koma út úr skápnum á geðdeild og þegar hún átti ekki fleiri hrein föt og hún kannski er svolítið mikið tomboy, þá gáfu þau henni önnur föt sem voru aðeins meira feminine og hrós henni rosalega mikið. Henni leið ekkert vel með það. Fannst svolítið svona eins og, já ok, ef ég er ekki ég sjálf, þá er ég ok. Og þetta er auðvitað bara svona microaggression, það er ekkert illt í þessu, hún upplifði þetta alls ekki illt, en hún upplifði svolítið svona, ok, þau vilja að ég klæði öðru, þau vilja að ég sé öðruvísi. Kristoffer sem er transperson, hann segir, ég hef ekki verið lagður inn einu sinni á geðdeild síðan ég sagði fólki að ég er trans. Ég fekk 30 pillur á dag á einum tímapunkti, ég var algjör zombie og nú fæ ég engin geðlíf og hefði bara gott. Þetta er svolítið segjandi. Og hann var inn og út af geðdeild og þegar hann sagði við geðlækninn sinn að hann væri trans, þá sagði geðlæknirinn, núna hættur og hjálpaði honum ekki. Það var sem sagt, þegar hann var útskrifaður frá deildinni í það skiptið, þá fór hann sjálfur til sem sagt svona private practicing geðlæknis sem hjálpaði honum að komast í sem sagt meðferð. En geðlæknirinn á geðdeildinni sagði bara beint út, nú hættur. Þannig að það er kannski líka svolítið svona ekki tekið mark á fólki. Og þetta er Jön sem þið sáuð á fyrstu slide sem er þarna með kærastanum sínum. Og hann segir að eitt kvöldi hafi hann og kærastan hans upplifað mjög óþægilegt viðmót þegar starfsmaður kom inn í íbúðina og brást óviðeigandi við að finna eldri mennina 2 liggjandi í sama rúmi. Við höfðum setið og haldist í hendur og síðan segja ég við Bennu. Við hendum sænginni til hliðar og leggjumst á rúmið, því þá liggjum við hliðina á hvort öðrum og finnum fyrir líkama hvors annars. Og svo var allt í einu kona hérna inni og vildi opna gluggana. Þá sagði ég bað þig ekki að koma hingað. Jæja, hvað er þetta, sagði hún
og hún var alveg trufluð. Þetta vinur minn, viltu vera svo væn að fara? Og hún hélt áfram það til ég sagði, geturðu farið út? Ég bý hér, farðu. Og eftir það vorum við ekki góðu vinir. Þetta verður tilkynnt, sagði hún. Og ég svaraði, já, og þú verður tilkynnt. Sem ég gerði, og hún vinnur ekki hérna lengur. Þetta var ekki á, sem sagt, höllinni, þetta var á öðru elliheimili. Þannig að við getum alveg séð, þú veist, starfsfólk með alls konar fordóma. Og það annar sem kemur annars staðar frá líka sem tekur þátt í regnbogastundinni. Og hann segir að hjúkrunarheimilið þar sem hann býr hafi verið starfsmaður sem reyndi að breyta honum þegar hann komst að því að hann var samkynhneigður. Vegna að þú munt brenna í helvíti sem hommi, eins og hann sagði. Sama starfsmanni var sagt upp störfum eftir þetta og með réttu. En þetta fólk færa þetta bara vinnu annar staðar. Og þau ekkert að breyta sínum skoðunum, þannig að stundum finnst mér ef öll elliheimili væru bara með kennslu í þessu öðru hvoru eða svona þemadag, þá fengju þau starfsfólki með. Þá fengi starfsfólki að vita hvað mega og mega ekki, þau ættu nú að vita það, en þetta svona, mér finnst þetta svolítið leiðilegt. Ég meina í staðinn fyrir að við höfum bara fókus á því að bara kenna fólki, kenna þeim þetta og segja þeim eitthvað þetta, þá bara rekum við þau og svo fara þau bara á næsta stað og þá heldur þau bara áfram. Og það var sem sagt líka tekið viðtöl við að svona, þau voru fleiri sem voru interviewed, sem sagt eldri. Og þau svona eldra fólki segir ofta að þeim finnst ekki í lagi að vera einhvers staðar sem að fólk muni kannski setja svona, hvað þetta? Eða koma akkurat svona fram við þau eins og við vorum að lesa Og það hefur líka verið tekið viðtöl við hjúkrunarfræðingar og lækna. Og þau segja sem sagt, þau finnast þau ekki nægilega í stakk búin til þess að takast á við heilsufarsvandamál sem tengjast kynvitund og kynhneigð. Og það bara, þetta ekki í náminu okkar og við fáum ekkert þetta vita. En ég get mælt með að þið lesa bók sem heitir LGBTQ Cultures og þar eru alls konar ráðleggingar hvað maður getur gert á vinnustaðnum. Og svo bara alveg að síðasta, þá ætla ég bara að stoppa með það, þá sem sagt eitt svona citate, as strong as I am today, when I'm at the gate of the nursing home, the closet door is going to slat shut behind me. Yes. Best. Þetta var svona. Takk fyrir þetta, Björgvin. Þetta var alveg frábært. Þetta var svona það sem við komum aðeins inn á. Þess að þú rauninni bara staðfestir að það eru fordómar og það eru fáfræði, kannski að mestu leyti og inn á hjúkrunarheimilum að fólk kannski eins og segir að draga sig í hlé og þau svo kynslóð sem að koma inn á hjúkrunarheimilin í dag kannski með mikla áfallasögu baki. Ég meina að þetta eru einstaklingar sem búin að fara gegnum HIV-faraldurinn og missa fullt af vinum og vandamönnum. Þannig í framhaldi eftir við tala við þig, þá tölum við hana Maríu Fjólu, hjúkrunarfræðing, sem er búin að vinna mörg ára á hjúkrunarheimili og ég var náttúrulega, hún var minn yfirmaður hérna einu sinni, þannig ég fengum hana til að koma og svona kannski segja hans frá sér og sinni reynslu og hvaða vangaveltur spruttu upp hjá henni þegar eftir að hafa svarað þessum fína spurningalist okkar hérna sem við sendum. Þannig að mér fyrir að þú vilt bara koma og segja nokkur orð. Svo verða spurningar í lokin. Já, takk kærlega fyrir það og takk Björgvin fyrir þennan fína fyrirlestur. Ég allavega lærði heilmikið en ég heiti María Fjóla og fóstri Hrafnistuheimilina en ég líka hjúkrunarfræðingur og hef starfað í öldrunargeiranum í 16 ár og fékk þessa fyrirspurn frá Söndru og Selmu varðandi eldast og farin á hjúkrunarheimili sem hinsegin og ég kom svolítið að tómum ofan hjá mér þannig að ég hugsaði í 16 ár þá man ég ekki eftir neinum og það enginn að segja mér að það hafi ekki verið einhver og ég velti fyrir mér af hverju ég man ekki eftir neinum. Það vegna þess að það var enginn sem að opnaði sig með þetta eða var ég ekkert að spá í þessu og þegar ég þannig að ég eins og ég segi, ég myndi ekki eftir neinum og aftur á móti þekki ég starfsfólk í öllum regnbogans-litum þannig að það er starfsfólk af öllu tagi hjá okkur bara í öllum regnbogans-litum en
þegar við tökum móti einstaklingan í hjúkrunarheimili þá spyrjum við ekki kynhneigð fólks. En það teljum við það svona persónulegt mál hvers einstaklings. En þrátt fyrir það tel ég þetta vera mikilvæg umræða sem ég held að halda á lofti meðal starfsfólks heimilina og ég ljósi þessa líka sem ég heyri svona sem Björgvin að segja að þá þetta eitthvað sem að kannski, hvað getum við gert til þess að fólki líði vel án þess að þröngva upp á fólk að það þurfi að ræða þessi mál við okkur, kynhneigð sína, hvort sem það er gagnkynhneigt, hinsegin eða hvernig sem það er. En eins og ég segi, mér finnst mjög áhugavert að ég muni ekki eftir neinum og þá kom mér sjálfri á óvart. Og eftir samtöl mín svona við annað starfsfólk, þannig að ég hugsa, þetta ég? Að ég þá starfsfólk sem er búin að starfa í þessum geira í fleiri ár sem eru að upplega það sama. En síðan ég líka að hitta fólk sem hefur alveg hitt hinsegin fólk og allskyns fólk inn á hjúkrunarheimilum og ég veist að það er mjög áhugavert að maður fer að pæla í þessu hvers vegna þetta að því ég tel mig ekki vera með neina fordóma en ég svo sem ekkert að spá í þessu þannig sé heldur. En yngri kynslóðin að leggjast inn á hjúkrunarheimilin okkar. Það að koma Rolling Stones og Beatla liðið til okkar. Þannig að við sjáum svona þessi yngri held ég muni koma með þessa svona breyttu áherslur inn á heimilin og það er svona gott að setja þennan fyrirlestur í dag vegna þess að við þurfum að vera tilbúin og við getum þá kannski líka hjálpa þeim sem eru komin til okkar og eru eldri og hafa ekki tjáð sig þetta. Ég sagði líka hjúkrunarheimilina, það er svona upp til hópa þeirri kynslóð sem er alin upp við svona samtök 78. Við erum alin upp við þessa umræðu og við erum ekkert einhvern veginn kippa okkur svolítið upp við þetta en samt sem áður segjandi það að þá erum við með flóru bara flóruna inni hjá okkur af starfsfólki og af einstaklingum sem búi í þjóðfélaginu með alls konar skoðanir og alls konar fordóma og þó ég verði ekki uppvísa einhverju fordómum af því ég ræddi það eins líka við svona stjórnendur og hjúkrunarfræðinga hafið orðið uppvís svona af fordómum af því ég kannaði náttúrulega á Hrafnistu heimilunum einhverjir sem eru búin að opinbera það að þessi hinsegin en á hjúkrunarheimilinu á Hrafnistu og það var alveg já og ég svona hafið orðið uppvís af einhverjum fordómum frá starfsfólki hafa komið inn kvartanir. Nei, það hefur ekki gerst og meira þess að sagði stjórnendur mig í dag, hún sagði að því ég veit að eru hjón hjá okkur sem eru hinsegin og hún spurði starfsfólki í garni svona hafa orðið eitthvað svona vandamál eða eitthvað uppákomur gagnvart þessum einstaklingum og þau starfsfólki kom bara að býta af hverju ætti að vera vandamál og þess að það er líka viðhorfin eru svo ólík en það eru líka væntanlega viðhorf sem að leynast sem að ég heyri aldrei og veit ekki eitthvað sem kannski einstaklingurinn að fá og við megum heldur ekki gleyma eins og Björgvin kom inn á líka og Selma og Sandra að kynslóðin sem búin að vera inni hjá okkur á hjúkrunarheimilunum hún náttúrulega stóð frammi fyrir fordómum og svona þeim var ýtt frá máttu ekki vera það sem að þau eru og koma svo inn á hjúkrunarheimili og mæta fólki sem að bjó einmitt með þér við hliðina á þér og ætla að fara að ganga kannski í gegnum þetta aftur erfiðustu reynslu lífsins. Það ekki allir sem eru tilbúin til þess að gera það. Þó svo starfsfólki sé alltaf vilja gert til þess að fagna þér, þá líka einstaklingar inn á hjúkrunarheimilinu sem eru bara þessari kynslóð, voru ekki sáttir eða bara eru ekki aldur upp við samtök 78 og eru bara einhvern veginn ekki alveg þarna. Þannig ég held bara í raun og veru eftir þetta eitthvað sem við hjúkrunarheimilin þurfum bara aðeins að líta í eigin barm, skoða hvað getum við gert til að fræða fagfólk og starfsfólk og svona reynda að opna með heimilin bara fyrir þessu umræðu vegna þess að það sem mér finnst dapurlegast að heyra að fólk þurfi í alvörinu að hugsa að fara aftur inn í skápinn þegar kemur á hjúkrunarheimili. Hversu ömurlegt það? Við ætlum ekkert að vera þar, við viljum það ekki. Þannig að við bara þurfum að læra eins og aðrir og erum að fræðast og ég vona að við náum bara í sameiningu árangri þarna
Þannig takk fyrir mig. Það er alltaf að tala þetta að mínum að þetta endalaust. Takk fyrir þetta María Fjóla. Ef við dögum þetta aðeins saman að þá áður við fáum spurningar, þá er rauninni þemað er það að það er hræðsla. Mögulega eru þeir sem eru hinsegin ekki að forðast að fara á hjúkrunarheimili og kannski þess vegna erum við ekki að upplifa það að það séu margir hinsegin þar. En svo kynslóð sem er að fara þar inn næst er með mikla áfallasögu og það er eitthvað sem bara hjúkrunarheimili og heimahjúkrun og heilbrigðiskerfi þarf bara að vera tilbúið fyrir. Og þetta er flókin sorg og flókin áföll og flókin hræðsla við ýmsa fordóma. Og náttúrulega eftir hádegisfyrirlesturinn þar sem við verðum að tala sem sagt svona regnbogavottun sem sagt frá Reykjavíkurborg, þá náttúrulega verðast maður líka eins upp með það og bara geta fært yfir á fleiri þjónustur eins og er hérna í Danmörku. Þannig að hjúkrunarheimili og heimaþjónusta getur fengið þennan fána þannig að fólk kannski finnir sér kannski meira öruggt til að koma til dyranna eins og það er klætt, eða má orða það þannig. En einhverjar spurningar? Já? Takk. Heyrst í mér með þessu? Cool. Ég er með spurningu fyrir Maríu Fjólu, því þú varst að tala hvað það verið mikilvægt einmitt að upplýsa og að fræða fagfólk og starfsfólk á hjúkrunarheimilum. En svo varstu líka að tala að íbúarnir séu þá að glíma við fordóma frá öðrum íbúum. En er þá ekki líka ráðlegt að fræða hina íbúana og að vera með eitthvað svona eins og þessi hinsegin kvöld einu sinni í viku, regnbogakvöld, þar sem að fólk gera með bara svona almenna fræðslu fyrir alla íbúana og allan hópinn og hjúkrunarheimilin eins og þau leggja sig. Algjörlega, en það sem ég sagði áðan var að íbúar eru mögulega með fordóma gagnvart öðrum íbúum. Þetta er eitthvað sem ég er ekki að upplifa, en kannski er svona milli íbúana sjálfra. Að eins og ég sagði áðan, þessi kynslóð sem var bara, hún var á öðrum tíma heldur en við vorum, en ég að sjálfsögðu og við erum í raun og veru á ég að færa mig. Nær mikrofónum. En við erum, sem sagt, mér finnst það bara virkilega góð hugmynd og við erum reyndar, bara eins og Hrafnistuheimilunum erum svolítið að hugsa það þannig við séum með þjónustumiðstöð, þannig við séum ekki bara með hjúkrunarheimilin, heldur líka bara samfélagi kring. Þú veist, þeir sem eru í þjónustuíbúðum, þeir sem eru bara 60 ára eldri, þú veist, af hverju að byrja á hjúkrunarheimilum, af hverju ekki fara bara að lengra og kannski eitt af því er þessi, bara flagga fánanum, það gefur ákveðin skilaboð og að maður sé að við séum að bjóða alla velkomna, þú veist við erum ekki með neina fordóma gagnvart fólki, en svo mér langar kannski líka að koma aðeins inn á, það er ákveðin hræðsla og það er ákveðin hræðsla til dæmis hjá mér í dag, maður svo hræddur við að segja eitthvað rangt og særa eitthvað og segja eitthvað vitlaust. Ég held að það sé líka eitthvað svona sem við þurfum að komast yfir og yfirstíga. Ég held að það geti alveg verið hjá öldruðum sem að vilja gjarnan taka vel á móti öðrum sem eru hinsegin og kannski var ég með fordóma í den en ætla ekki að vera með það lengur. Það er þessi hræðsla sem við þurfum að komast yfir. Ég ætla ekki að særa, ég má segja hlutin og kannski og að ég verði þá bara leiðrétt ef ég er að særa að segja eitthvað rangt. Einhverjar fleiri spurningar? Já, góðan daginn, ég heiti Saga. Ég er að veltaði fyrir mér þessa tölfræði sem þú varst með Björgvin sem sagt sjálfsvíg hinsegin eða kynsegin fólks og ég er sérstaklega áhuga á ef ég tók rétt eftir þá er sérstaklega algengt með alls non-binary og trans fólks sem sjálfsvígur algeng og hann heyrir ekkert. Heyrirðu? Ég er að bera upp svona svolítið illa. Ok, ég skal reyna að endurtaka það þá bara, já. Já, ég er að veltaði fyrir mér þessi tölfræði með sjálfsvíg
Mér sýndist að vera einna algengast meðal sem sagt non-binary, transfólks og held ég tvíkynhneigðra og það sem að hlutfallið einna hæst ef ég tók rétt eftir. Það ekki rétt skil hjá mig líka ef þú getur svona aðeins svona sett meira kjöt á beinin varðandi þetta efni. Ég er að velta fyrir, er ekki inn í þessu líka sá þáttur að fólk sem aldrað það og reynir sjálfsvíg, það náttúrulega er í einhverjum tilfellum orðið veikburða og þess vegna eru aukna líkur á því að þau sem sagt, að þeim takist að skaða sjálfa sig eða svipta sig lífi, skilur, og þess vegna sé skekkjan kannski meiri. Ég veit ekki hvort að þetta er eitthvað sem svona varpar einhverju frekar ljósi á þetta en kannski ef ég mætti biðja að svona eitthvað að setja meira kjöt á beinið þetta. Sjálfsvígin og þetta, sko, sjálfsvíg hjá eldri sem sagt svolítið tvíþætt af því að sum þeirra eru orðin það veikburða að þau geta ekki tekið sitt eigið líf. Þannig að sjálfsvígin eru líklegast minni en þau væru ef þau gætu tekið sitt eigið líf. Ég held að flestir hjúkrunarfræðingar og fólk sem vinnur umönnun hafi einhvern tíma verið beðin að drepa þau. Þau hljóta hafa beðið ykkur það, getur ekki gert eitthvað, ég vil ekki lifa lengur. Og maður verður að segja við þau, ég má það ekki því miður. Ég hef verið beðin að hjálpa manneskju með að hoppa út gluggann. Auðvitað gerði ég það ekki. Seinasta árið á hjúkrunarheimilinu á móti, einn morguninn þá hoppaði maður, þá tók hann bara lyftuna upp á efstu hæð og hoppaði niður. Af því hann hafði krafta til að gera það, hann satt ekki í hjólastól. Þannig að þetta er rosalega margþætt hjá eldri fólki, en margt af því sem sagt út af þau eru orðin gömul, þau eru búin að missa, þú veist, þeim finnst þau bara að vera, ég minna, rosalega margir eldri hafa sagt, ég er bara orðin ruslamatur. Fólk svona missir þeirra eigin sjálfsímynd, ég meina allt í einu geta þau ekki labbað, þau þurfa að vera með einhvern göngustaf eða setja í hjólastól, þau geta ekki fara á klósettið ein. Það getur haft rosaleg áhrif á fólk, allt í einu að geta ekki gert hlutina sjálfur. Og eins og ég segi, það örugglega miklu fleiri sem myndu fremja sjálfsmorð ef þau gætu það. Mikið af eldra fólki hafa ekki aðgang að lyfjunum sínum sjálf. Þeim gefin ein svona pilla í einu, ef þau kannski hefðu aðgang að pillubóksinu myndu þau kannski borðað allt. Þannig að það rosalega mikið í þessu það bara rosalega mikið einsemd og oft sorgmætt eldra fólk. Það líka til fullt af eldra fólki sem líður rosalega vel og þrífst á elliheimilum og hefur það gott. Það alls ekki það. En ég held jafnvel að sjálfsmorðstíðnin væri hærri ef allir eldri hefðu sem sagt krafta og orku til þess að taka sitt eigið líf. Hjá sem sagt, ef við förum út í sem sagt tvíkynhneigð og transfólk yfir höfuð, þá held ég að þeirra vanlíðan kannski komi líka af samfélaginu og hvernig samfélagið bregst við þeim. Rosalega mikið af transfólki til dæmis, þau bara get ekki labbað niður götuna án þess að það einhver sem bregst við þeim á einhvern hátt. Og það er það sem við köllum microaggression. Og það hefur sem sagt rosalega mikið áhrif á þau, þetta með minni hlutastress. Þegar þú tilheyrir minnihlutahópi, þá upplifir þú öðruvísi hluti í samfélaginu, það brugðist öðruvísi við þér og það stressa þig. Og það getur gert að fólk fær líka svona stress reaction á hlutina og það getur líka verið með til þess að fólk kannski fái sjálfsmorðshugsanir út af því hvernig brugðist við þeim út á götu. Bara hérna í Danmörku, hvenær var það? Ætli það hafi verið 2014-13. Það var transkona bara labbað niður götuna og einhver maður sá hana, fannst hún vera rosalega karlmannleg í pilsi, þannig að hann hljóp á eftir henni með hamar, barði hana niður. Honum fannst bara í lagi að berja hana niður af því að honum fannst hún ljót kona eða karlmannleg kona, hún gerði konu á öðruvísi hátt, ekki normatívan hátt. Honum fannst þetta svo rosalega öðruvísi og honum fannst í lagi að berja hana niður með hamri. Hún er heilasköttuð í dag. Svo það eru alls konar hluti sem gera það verkum að akkurat þessar grúppur upplifa öðru hluti í samfélaginu eru í meiri áhættuhópi á því að fremja sjálfsmorð. En nú er tíminn því
við búin að leiðilt að byrja enda á þessu svona. En enda kannski segir okkur kannski bara frekar hvað það margt sem óunnið og hvað þetta þörf umræða sem núna bara farin af stað og nú bara spurningi hvað við ætlum að gera með þetta. Og ég persónulega til mjög mikilvægt að eitthvað sé gert, að við höldum áfram, umræðan sé herri og háværari og sýnilegri og eins og þú sagði Björgvin, þessir bæklingar og þessir sýnileiki, þú veist, að vera bara LGBTQI, þú veist, friendly, þú veist, að það sé sýnilegt. Annars þakka ykkur bara kærlega fyrir Björgvin, Selma, María Fjóla og ykkur öllum hér og heima fyrir okkur. Takk fyrir.